Ævinlega, gaman að sjá þig. Já, sömuleiðis. Ertu ekki góður? Ég bara góður, hvað er þú? Jú, ég alveg silki mjúkur og góður. Silki mjúkur og góður, við eigum að fara beint honi í djúpulegina. Já, það ekki bara, byrja strax á, af því að það er svo nýskeið, ég segi frá því. Ég er nýkomin, ég er alveg ferskur nýkomin úr svona það sem við köllum ferðalag hugans. Já. Með aðstoð hugvíkandi efna. Já. Ég hef svo sem gert þetta áður og hef ekkert verið rosalega æstur í að tala um það opinberlega. Þetta er eitthvað svona, þetta er búið að vera feimnismál, þú veist, ekki bara fyrir mig, heldur bara fyrir þjóðfélagið. Þetta er svona tabú. En en mér finnst einhvern veginn eins og maður sé eiginlega bara það sé skyldamanns að segja frá þessu. Já, ég er pínu komið þangað. Þetta er það jákvætt, þetta er það ótrúlega hjálplegt og gagnlegt fyrir þá sem að þetta prófa að manni finnst eins og samfélagi verði bara að fá góðan vitnisburð þetta og við þurfum að fara að slá þessi tabú og þetta stigma niður. Já, og líka skylda að tala um þetta út af því að sko, það er alveg hægt að vera detti í gildrur og gjótur og það er ekkert sama hvernig þetta er gert. Já. Þá er svo mikilvægt að sé einhvers staðar einhver vitræn umræð þetta. Sko. Já, ég er náttúrulega sjálfsögð að tala um að gera þetta, þú veist, undir handleiðslu með sko, fagaðila. Það er náttúrulega ekki til sem heitir fagaðili í þessu, af því að þetta er ekki lögleg, eða þú veist, þetta er ekki viðurkennd aðferð. Þetta er óhefbundan lækningar. Þau eru 3 núna allavega veit ég sem eru, þær 2 eru búnar og svo 3. er að klára sko 3 ára námi í þessu. Og ég leyfi mér alveg að kalla þetta fagaðila, af því að þetta er fólk sem er búið að vera að gera þetta í mörg ár. Já. Búin að taka, þú veist, ég veit einn sem búin að taka yfir 500 manneskjur í gegnum svona. Já. Og þetta er fólk sem veit alveg nákvæmlega hvað það er að gera. Þannig að ég leyfi mér að kalla þetta fagaðila, þó það sé, eins og ég segi, ekki til sem heitir endilega fagaðili þannig. En það er auðvitað... Og líka, það sem kannski er öðruvísið þetta heldur en ýmsa aðra fagaðila, er að það er enginn sem gæti kalla sig fagaðili í þessu nema hann sé sko búinn að prófa á sjálfum sér það sem hann er að láta aðra fara í gegnum. Því það var það sem ég hugsaði oft með læknana þegar þeir voru að skrifa upp á einhver kvíð- og þunglyndislyf fyrir mig. Já. Þeir hefðu ekki tekið þetta sjálfur mér. Nei, nákvæmlega. Þeir myndu aldrei taka þetta heldur. Nei, við skulum orða að þeir myndu taka þetta sjálfur, þá myndu þeir kannski vera aðeins varfærnar í að skrifa upp á þetta. Já, örugglega. Hvað var það sem þú gerir? Núna var ég sem sagt að fara í sílóskipin, sem er sveppurinn, og síðan var bætt við það sem heitir DMT og Bufo. Og ég svo sem kann ekki alveg að skýra nákvæmlega hvað þetta er. Þetta stundum kallað guðsmólekúl eitthvað. Já, þetta er... þú þekkir þetta örgulega betur en ég. Já, ég er alveg mjög vel inn í þessu. Já, en þú veist, allir þekkja þennan svepp. Þetta er bara, þetta eru sveppir sem vaksa hér á Íslandi og í gamla daga þekkti maður þetta bara sem eitthvað sem að ungt fólk var að fíblast með á fylliríum, sko, eins og hvert annað vímuefni. En auðvitað núna undanförnum árum þá hafa maður kynnst því að þetta er allt annað, þetta er ekki vímuefni, þetta er ekki fíkniefni, þetta kveikir ekki á þessum fíknivökum sem að þú veist, þú ferð í meðferðin og þú ferð á alls konar fyrirlestra og þú getur séð glærur upp á vegg, sko, það sem er sýnt hvernig það kviknar á ákveðnum, sko, stöðum í heilanum á þér þegar þú tekur inn á þessi efni og kviknar á svona fíknivökum og svo framvegis. Þessi efni eru ekki þar. Þetta kveikir ekki á þessum fíkni. Já, þau vinna, sko, ég meina þessi hefðbundnu fíkniefni eru rosa mikið að vinna með dópamín hluta heilans. Já. En þessi er að vinna miklu meira á serotoninkerfinu. Já, akkurat. Sem er sama og þunglyndislyfin, sko SSRI-lyfin er að vinna á serotoninkerfinu, en þau bara virka ekkert sérlega vel. Já, en þess vegna eru margir að tala um þetta getur orðið bylting í geðlæknisfræði. Já, og minna geðlæknar eru jafnvel að segja það. Þú veist, það eru til geðlæknar og fagaðilar sem eru bara að bíða mjög spenntir eftir þetta verði samþykkt og standist allar þær prófanir sem það þarf að gera. Og ég veit að þetta er mjög langt komið í rannsóknum í Bretlandi og Bandaríkjunum og maður skilur einhver ekki akkur þetta er ekki orðið að hefðbundnum meðölum en sem sagt
sveppurinn eitt og svo DMT sem að, ég veit ekki, það ekki eitthvað svona suður-amerískt Jú, sko, sem sagt, substans? DMT í raun og veru virkaefnið í ayahuasca og DMT í líkamannum. Já. Og þú veist, það DMT finnst til dæmis í sítrónum og mörgum hlutum í náttúrunni, en það leysist ekki upp, sko, þú veist, það alveg sem hvað ég eitthvað margar sítrónur og þú fer ekki á DMT-drip. Því það þarf að leysast upp á ákveðin hátt í líkamann. Og en það talað að DMT spýtist út í líkamann þegar þú deyrð og það svona fólk sem fer í svona near death experience og hefur talað að hafa upplifað eitthvað bliss og vilja ekki koma tilbaka, þá talað að það sé kannski að því þú varst bara komin í raun og veru inn í DMT heiminn, sko. En það sem áhugavert í DMT að þetta eitthvað sem líkaminn þekkir algjörlega. Þetta efni í líkamann, sko. Þannig að Þó við þekkjum það ekki, þá þekkir líkaminn það. Og þetta bara þetta náttúrulegt efni og hluti af, þú veist, það nú þegar í líkamannum og einmitt, þegar að við deyjum, þá förum við víst á stærsta DMT-trippið. Pældi því, maður. En þetta einmitt, sko, þetta að kalla þetta tripp, sko, maður, og ferðalag eitt orðið yfir þetta og þetta þetta í þessum tilfellum, þá allavega eins og ég hef prófað þetta, þá sem sagt bundið fyrir augun á manni og þú ferð bara í svona innra ferðalag inn í huga þinn og það einmitt líka oft sagt einmitt að fíkniefnin, áfengi, kókaín og þessi hefðbundu vímuefni sem að við tölum og hass eða gras og allt þetta, það sé þessi efni sem að þú leitar í, sko, til þess að forðast sjálfa þig og veruleikan. Já, fara út úr sjálfu þér. Fara út úr sjálfu sér. Það einhvers konar flótti frá þeim veruleika þar sem að þér líður illa í þínu eigin skinni. En í þessu það akkurat döfugt. Þú ert að horfast í augu við sjálfa þig og fara inn í sjálfa þig og inn í... Ég get ekki talað fyrir aðra en fyrir mig, sko, í hvert einasta skipti sem ég að fara í eitthvað svona stórt, psychedelic ferðalag, að þá ég bara, ég ekki að fara mikið þetta með, þú veist, ég fæ kvíða, sko, þetta því ég veit bara að þetta verður erfitt, sko. Og þetta ekki, þetta ekki eitthvað walk in the park að vera 4-5 tíma þar sem þú ert bara að fara djúpt inn á við, þú ert að mæta alls konar dóti og bæði persónulegu og síðan, sko, var ég kannski gaman að tala það við þig, hvort að þú hefur verið að finna eitthvað kollektíft líka, sko, því ég held að svona gæjar eins og við sem höfum farið í gegnum, sko, þeytivinduna og verið krossfestir af samfélaginu, þá ég jafnvel meiri líkur á að maður, sko, að því maður svo mikið búin að velta fyrir sér samfélaginu og stóru myndinni, að þá ég jafnvel meiri líkur á inn í svona ferðalagi þá að finna fyrir líka bara samfélaginu, sko. Og jafnvel, þú veist, því sem að gerast í heiminum og alls konar, sko. Já, algjörlega. Það kom alveg ég var á einhverjum tímabúndi bara staddur í Sýrlandi, sko. Og fann bara þjáningu þar og hrylling en og þetta, þú veist, þetta undir meðvitundin að tengja við eitthvað sem að maður með í kringum sig en aðalega þá þetta svona persónulega allavega það sem ég upplifði og það eins og þú segir erfitt á köflum, það mikið grátið og svo líka bara rosaleg sæla og þakklæti og auðmýkt. Ertu ekki léttari, sko, sem ég upplifði alltaf, ég léttari daginn á eftir? Jú, algjörlega, léttur og skýr og bústlega mjúkur og þakklátur og meir. Einmitt. Rosalega meir, rosalega lítill í mér. Einmitt. Það að þú ert að ná mér á alveg, sko, mínum veikasta bletti, en veikasta eða sterkasta. Já. Því að í mýktin og einlægnin styrkur, sko. Já, klálega. Og ég get alveg einlæglega sagt að þetta 100% jákvæð reynsla og ég hafði farið í þetta áður árið 2020, þá fór ég í svona psilocybin ferðalag. Og það var alveg ofboðslega losandi og hreinsandi. Þá var ég, sem sagt, í fyrsta skipti í raun og veru að díla við gömul tráma sem voru djúpt inn í mér. Og það heppnaðist bara einhvern veginn fullkomlega. Þetta þannig að ég missi pappa minn í bílsleysi þegar ég rúmlega 20 og það rosalegt
rosalegt sjokk og rosalegt áfall og rosalega óvænt þá bara, þú veist, þetta átti ekki að geta gerst sko inn í minni dýfstu undir með þá átti bara, pabbi minn ekki geta horfið að sviðinu bara, var algjörlega óhugsandi og svo bara færðu eitt símtal og þetta bara búið og gerst sko, hann bara farinn og og það var erfitt sko, fyrstu árun eftir þá var ég ekkert að díla neitt við það en einhverjum árum síðar þá fer ég, þú veist, bara hverf ég einhvern veginn inn í bara svona mikið myrkur og veist, þó ég hafi verið ég hef alltaf verið mjög vinamargur og umkringdur af góðu fólki þá var ég mjög einmana og þetta var sko síðan 2020 það var alltaf þú veist, næstu 20 ár síðan að þetta gerist þá fer ég loksins í þetta sílósípin ferðalag og þá verður svona rosaleg losun og ég næ einhvern veginn einhverju sátt við þetta sem ég hafði ekki fengið áður og var rosalega erfitt, veist, ég bara grét sko eins og ég bara hágrét í 4 klukktíma algjörlega, það var engin stoppari það var bara eins og flóðgáttir að það opnast og rosalega hreinsandi og mér fannst eins og ég næði, þú veist, bara sambandi við föður minn, sko og var mjög langþráðu sambandi þannig að það er mjög furðulegt að vera að tala um þetta svona en það, þú veist, það er þannig þú veist, þetta breytir lífið mínu algjörlega, hann 2020 ég fer að efast trúleysi mitt einmitt þá fyrir fyrst að efast trúleysið og bara svona þú veist, ég get ekki lengur að ég var svo viss, sko, ég vissi svo mikið að það var ekki hægt að segja mér að væri til Guð, sko af því að ég hef búin að lesa svo mikið af bókum og ég veit nægilega mikið bara í eðlisfræði og eitthvað svona, ég get bara sagt það með 100% vissu að það er ekki til neitt Guð, sko og það var algjörlega óhaggaður í því, sko en svo eftir þetta 2020 þá fer ég efast trúleysið þá er ég ekki lengur viss og og síðan er það nokkrum árum setna þessi 23 eða 22, ég man ekki hvort það var þá fór ég í svona ayahuasca-seremoníur og upp úr því þá er trúleysið tekið frá mér algjörlega, bara tekið frá mér algjörlega og ég fer að vera sannfærður tilvist æðri máttar þetta er alltaf algjörlega stórkostlegt, sko þetta er klikka dæmir og það er ég man alveg eftir í þessum trúleysingi, sko og sem skeptiker, sko, á allt mikill efasemda maður og þá, þú veist, ef einhver hefði sagt við mig svona, já, ég fór í svona hugvíkandi ferðalag og ég fann fyrir Guði, sko, þá hef ég bara sagt þú varst bara undir áhrifum, skilu, þú varst bara á efnum og ert undir áhrifum og þú varst bara hausinn á þér er bara í rugli, sko en ég veit alveg, ég þekki alveg þau rök, þú veist, ég var sjálfur með þau, sko en hér sit ég og segi bara, nei, það er ekki þannig, sko maður finnur eitthvað annað, sko Ég hef talað svolítið psychedelics hérna í þáttunum og þú veist, ég fæ annars slagið, sko, þá er einhver áskrifandi sem er að segja upp og það er, ég er bara komið nóg að því að þú sért að ræða einhver eiturlyf og hvort sem þetta er í smáskömmtum eða ekki og eitthvað svona. Já, bara allt gott að blessa, skilur. Já, og þú veist, bara virði það og einmitt því ég segi eins og þú, ég skil alveg hvaðan fólk er að koma. Já. En þá gef ég mér oftast að þú hafir ekki persónulega reynsla þessu. Já, 100%. Vegna þess að þú ert að segja, sko, þú veist, þetta er svo skrítið þegar þú tekur inn eitthvað og þú raunverulega upplifir að það er verið að aktiveita einhverja innri greind sem, sko, sem var að allan tíman og til dæmis eins og ayahuasca, nú hef ég bara einu sinni gert það en þá bara fyrsta sem ég fekk til mín var bara, ok, þetta er einhver fucking trjábörkur sem ég er að drekka hérna og það er bara einhver higher intelligence bara að rulli í gegnum mig og þú veist, hver er ég til að halda að ég viti allt hérna, sko þú veist, er þetta tré bara með einhverja upplýsingar sem að er bara hægt að aktivita inn í mig, þú veist, þetta er svo galið og það er ekki hægt að, og þess vegna er ég svolítið komið með þá skoðun svona næstu, þetta er bínu, þú veist, mér finnst næstu eins og það ættir ekki að mega farin á alþingi öðru því sem þú væri búin að drekka 2-3 glös af ayahuasca, sko út af því það er engin sem að kemur út úr, ég og enn eftir að hitta manneski sem kemur út úr ferðalagi með
hvort sem þau kollum að plantmedicine eða hugvíkandi efni, sem kemur út úr því já, nú það meira ég ætla að fara að vera gráðugur núna og ég þarf að græða meira og þú veist, þetta tengir þið við að við séum öll tengt, þetta tengir þið inn í auðmýkt, þetta tengir þið inn í kærleika, þetta tengir þið inn í samvitund. Það slekkur alveg í egóinu. Þannig að þú getur ekki hort á tilvöruna alveg sömu augum eftir, sko. Þetta brýtur niður varnir og þú veist að lýsa með þig, sko. Eins og ég sé með mig að það framheilin manns orðin svo sterkur, þú veist, við erum klári strákar, við erum háskólamenntun og við erum rökhyggjumenn og þú veist, þetta allt bara hérna í framheilanum. Og við skiljum þetta rosalega varnir, við skiljum þetta allt og við vitum þetta allt. En svo í þessu þá fer alltaf að fara inn í líkamsgreindina. Og inn í líkamsgreindinni eins og ég sé það, þá verið að aktiveita eitthvað í DNA-inu eitthvað, þú veist, það eitthvað sem var allan tíman. Og þá fattar að því meira sem þú veist, því minna veistu. Og maður kemur stundum út úr svona ferðalögum og maður bara, ég veit ekki raskat. Það einmitt, sko, það eitt svona, það stundum sagt að hver maður á 2 líf og annað að seinna lífið hefst þegar hann áttar sig á að lífið ekki endalaust. Og ég geta sagt það sama með einhvern veginn þegar maður loksins fattar þessa vitneskju að maður veit svo ósköp lítið að það byrjun á nýju lífi alveg, það bara því að sko ég tengi við það allan að hafi verið í mörg ári rosa miklum hroka og telja mig vita svo mikið og að það var eins og með, þú veist, þegar ég var ungur og hélt að lífið væri óendanlegt, sko. Að bara, ég var ekki, hausinn á mér náði ekki utan það að þetta yrði einhvern tímann búið. Þetta var bara, þegar maður líður þannig þegar maður er ungur, bara lífið er bara endalaust. Svo gerist það á einhverjum tímabili, þú veist, þú ert kannski hálfnaður eða eitthvað svona. En það er eins með þetta þegar þú ert ungur og vitlaus og heldur og vitir allt. Og svo þegar þú kemst á þennan punkt einhvern mann í lífinu að ég veit lítið. Þá bara, það upphæðið af nýju og allt öðru lífi, sko, og þú nálgast alla hluti allt öðru síg. Já, og þá kemur svona, ég sá eitthvað japanskur samúræi sem ég sá kvótað í vikuna sem að sagði, sko, ég ekkert sérlega upptekin að því endilega hvort ég sé brjálæðislega hamingjusamur á meðan ég lifi, en ég mjög upptekin á því hvort ég verði hamingjusamur og hvar ég verði staddur þegar ég dey. Og þá var hann komin á hann að staða hann bara alveg staðfæstur að því vitundin að fara að halda áfram og þá skiptir máli hvar vitundin stödd þegar ég klára þetta æviskeið, sko. Já, einmitt. Að því annars ég bara að fara að repeata sömu lúppuna aftur, sko. Já, einmitt. Og það það sem svo skrítið, þetta hljóma náttúrulega, þú veist, það örugglega einhverjir að hlusta sem eru kannski ekki með neina reynsla þessu og eru bara hvað þvættingur og eru bara að tala kínversku fyrir þeim, bara algjört rugl. En samt held ég, það er svo áhugavert, mér líður þannig ég sé með hlustenda og áhorfendahóp sem að mjög, þú veist, jafnvel þeir sem myndu kannski ekkert vera að ræða þetta í vinahópnum, forviti fólk. Já, maður auðvitað vonar maður bara og þess vegna er mikilvægt eins og að við séum að tala um þetta, sko. Já, ég held það einmitt að þessi er mikilvægt að vera ekki að þegja með þetta og opna á og auka forvitni fólks og mér finnst oft einmitt að þeir sem eru lokaðasti fyrir þessu séu kannski akkurat þeir sem þurfa mest á þess að halda. Það er svoleiðis. Og ég þekki alveg nokkra sem eru svoleiðis og ég hugsa, maður óskar þeim það heitt að einn góðan við þetta þá verði þeir tilbúin til að prófa þetta. En þér þarf að líða held ég bara nógu illa. Já. Til þú verið tilbúin, af því að varnirnar eru svo sterkar að það er ekki fyrir en í örvæntingunni að þá segir þú bara, heyrðu, ok, ég til að prófa hvað sem er. Akkurat. En það er einmitt, eins og ég segi, ég ger þetta aftur núna að segja svona sílósípin, þetta er svona híróskammtur af sílósípin eins og sagt er, þú veist. Og þetta er allt öðru í þetta skiptið, ég er ekki í þessa 4 klukkutíma, eins og hann talaði meðferðaraðilinn, virkilega góður maður sem að reyti mig gegnum þetta, hann fannst svona eins og ég hefði greinilega losað rosa mikið 2020 og bara væri búin að vinna úr miklu og ég var meira núna bara miklu meira tilbúinn í þetta og tók þessu. Þú veist, hann fannst bara að sjá á mér bara hvernig ég lá og hvernig þetta fór allt í gegnum mig, bara ég bara meðtók þetta allt vel og náði að vinna vel úr þessu. En það voru óbúrslega tilfinningar, ég var alveg grátið líka og Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.